Komið sæl, ég heiti Helga, oft kölluð Gagga og ég hef starfað í 35 ár í heilbrigðiskerfinu meðal annars á geðsviði og sem þerapisti og ég hef alveg gríðarlega ástríðu fyrir því að hjálpa fólki að lyfta andanum hærra og finna meira hamingju og vellíðan í eigin kroppi, huga, líkama og sál. Og þess vegna hef ég núna byrjað þessa YouTube þætti mína þar sem að ég mun kynna ykkur aðferðir sem ég nota til að hjálpa fólki og sem að þið getið nota til að hjálpa ykkur sjálfum. Því að þið eru jú ykkar meistarar. Við höfum þetta allt hið innra, viskuna, þekkinguna. Það er enginn sem þekkir þig eins vel eins og þú sjálf eða sjálfur. Það er fakt. Og í dag að þá ætla ég að útskýra betur parta, okkar innri parta. Út frá IFS, Internal Family System, hugmyndafræðinni, sem að er hægt að finna linka á í textanum að neðan og kynna sér betur. En þessi hugmyndafræði, hún gengur út á það að við erum gerð úr mörgum persónuleikum, ekki bara svona ein Helga, ein tegund af Helgu í þessu, nei, ég er margslags. Ég fæðist með margslags persónuleika, einn vill gera þetta, einn vill dansa, annar er svona, og svo eru sumir hinsegin. Þetta getur verið 100 parta. Og þeir vilja bara skemmta sér í lífinu. En það sem gerist þegar við erum lítil, hjá eiginlega öllum hér, í þessu jarðaríki, er að það verða einhvers slags áföll á vegi okkar. Þannig að við bara svona verðum særð, eitthvað sem gerist óvart jafnvel. Það getur verið foreldri sem skammar okkur án þess að vilja með okkur. Það getur verið systkini eða einhver leiðbeinandi sem er ekki góður við okkur eða segir eitthvað sem við misskilum jafnvel og við verðum alveg ringluð bara. Af því að þegar við erum krakkar, mjög ung, þá höfum við ekki raunsæi, við höfum ekki svona gagnrýna hugsun. Við bara tökum allt inn, við sjúgum allt inn eins og svampar. Þannig að ef einhver segir við mig, þú ert ljót, þá bara, já, það er ég og ég trúi því. Og þetta sára það inniheldur oft tilfinningar eins og skömm og ég er ekki nóg góð og ég þarf að gera betur, enginn elskar mig, ég er ekki elskuverð eða ég er of mikið. Og þetta er bara óbærilegur sársauki, tilfinningarlegur sársauki. Og það sem að þá partarnir okkar gera, eins og þessi sem vil dansa eða þessi sem vil whatever. Þeir taka á sig byrðar sem vendarar til að venda sárið, þeir útiloka það því raun og veru ýta þessu alltaf inn í kjallara því ekkert í kerfinu okkar vill að einhver sársauki stýri. Hvernig væri í lífinu ef að sársaukinn stýrði mér allan dag? Ég væri bara út allt og bara í fórnarlambi og sársauka grátandi jafnvel. Þannig að kerfið er alveg ótrúlega snjallt. Það býr til svona vernd og þetta er kallað vendarar eða protektorar í IFS og þeir skiptast í það sem að kalla stjórnendur eða managera og firefighters, það er semst viðbrögð eftir því hvað sárið er triggerað mikið. Þegar þetta sár triggerast, eins og til dæmis að ég fer að skammast mín eða það segir einhver eitthvað við mig sem að ég man ekki endilega eftir kannski einhver hafa sagt um mig þegar ég var 4 ára. En það triggerast eitthvað. Af því þetta er allt í undirmeðvitund. Það er ekkert gleymt. Öll gögn sem að verða að koma inn í lífun okkar, þau geymast og gleymast, en þau eru þarna. Þannig að þau triggerast. Og þá rísa vendararnir á afturfæturnar og þeir geta lýst sér sem svona tilfinningar sem við viljum oft losna við og eru óþægilegar eða hegðunarmunstur eins og reiði, þunglyndi, kvíði, ofbeldi, stjórnsemi, meðvirkni, átröskun, fíknir af öllum toga. Við erum flest með fíknir, einhverjar, kaupa mikið, borða mikið, æla, allt sem fylgir átröskun, klámfíknir, tala illa náungan, þetta er allt vendarar. Og tala illa náungan, já, ok, þá er ég að upphefja sjálfa mig svolítið, ok, ég er einhvers virði ef einhver annar er verri.
Það er alltaf einhver þannig trú sem að vendarar okkar trúa vegna þess að þeir eru óvitar. Þeir urðu til þegar þeir fóru mjög ung og þeir kunni ekki aðrar aðferðir. Og allar aðferðir sem þeir beita, þeir valda skaða því miður. Þeir framkalla það sem þeir eru í raun og veru að reyna að fyrirbyggja. Af því að þeir eru svo ungir. Þannig að við skulum ekki skamma þá, við skulum hlusta á þá og fá þá til að treysta okkur. Fá þá til að treysta okkar sjálfi, sem er markmiðið með EFS. Það er að partarnir treysti okkar sjálfi, ég vil kalla það sál, getur kallað uppsprettu, guð, ljósið, whatever, það sem þú velur. Treysta okkar sjálfi fyrir sárinu. Þá geta þeir fara að slaka á. Þá geta þeir fara að dansa aftur, syngja, skemmta sér, tína ber, hoppa upp á rúminu, þunglindi bara farið. Af því að það er komið meira svona ást inn í kerfið. Við erum farin að elska okkur. Það er dásamlegt. Elska okkur nákvæmlega eins og við erum. Við erum ekki að reyna að losna við þessa part af okkur. Við erum að umfaðma þá. Þakka þeim fyrir viskuna þeirra. En til þess að þetta gerist þá þurfum við að tala beint við þá. Við tölum ekki um þá, við tölum ekki um partan okkar. Við tölum við þá. Og þetta er svona hálfgerð hugleiðsla, þessi aðferð. Og hún er mögnuð. Bara, ég hef reynsluna, hún er mögnuð. Þannig að næst þegar þú finnur óþægilega tilfinningu, eins og, hvað ég var að segja, skömm eða reiði, eða átfíkn eitthvað og vilt ryðjast inn í ísskápinn, ekki skamma þig fyrir það. Ég get meira segja sagt, ég tek eftir, þú ert að reyna að hjálpa mér, þú ert að reyna að sefa mig. Ég er hérna hjá þér. Hvort sem þú færðir að borða fullan ísskáp eða ekki. Vertu góð við þig. Það er góður. Það er aðalatrið. Við myndum aldrei skamma 3 ára barn sem myndi missa sig einhverju. Við tökum hann í faðmið og róum, samþykkjum, elskum. Nú er komið tími til að við gerum það við okkur sjálf, þó við séum voru fullorðin. Við ætlum ekki að bíða lengur með það. Og nú kveð ég að sinni og hlakka til að hitta ykkur aftur og tala nánar út í þetta og annað sem hjálpar. Og munum bara að þegar við stígum núna út í daginn að gera það með bros á vör.